Komið sæl og velkomin í þennan litla auka þátt af spursmálum sem við efnum til núna í kjölfar þess að við kölluðum eftir tilnefningum frá almenningi það hver ætti að setjast í embætti forseta á Bessastöðum þegar að Guðni T. Jóhannesson lætur að embættið hann 1. ágúst næstkomandi. Andrés Magnússon, fulltrúi ritstjóra og pólitískur yfirspekulant Moggans, hann mættur hér í settitímin og við ætlum að fara yfir þetta hér á næstu mínútum. Sæll og takk fyrir nafnbótina. Er ekki góð nafnbót? Já, algjörlega. Jafnast náttúrulega ekki á það að vera forseti, en það var sem sé óskað eftir því að fá tillögur frá lesendum það hverjir ætti að fara í framboð. Og það stóð ekki á viðbröðunum. Á rétt rúmum sólarhring komu 2500 tilnefningar og það skara svolítið kannski nöfnina því að menn er mjög mismunandi rithátt og svona en að öllu virtu sýnist okkur að þetta séu 260 nöfn sem að þarna eru komin í pottinn. Og kannski leikurinn einmitt til þess gerður að draga fram nöfn sem ekki hafa verið í umræðunni eða algjörlega. Að þessi samkvæmisleikur hefur verið í stöðugum gangi alveg frá 1. janúar þegar að Guðni T. tilkynntan hygðist ekki bjóða sig fram aftur. Já, mjög óvænt og þannig að þá strax byrjuðum við að velta yfir sér hver getur hugsað sér að fara í þetta og voru einhverjir gamli kandidatanefndir og svo framvegis en núna að koma fleiri nöfn þarna fram og sum ekki óvænt, önnur öll óvæntari og við vitum náttúrulega ekki, þetta netleikur, það getur hver sem komið inn, menn getur jafnvel mögulega með einhverju tilfæringum farið inn oftar en einu sinni, þannig að kannski það séu einhverju samantekið ráð eða einhverju saumaklúbbar að taka sér saman. Að koma nöfnum í umræðuna eða í umferð. Já, og ekki endilega, vel að merkja, endilega til þess að koma í forsetaframboð. Við vitum það í pólitíkinni að þá notar mann ýmsar leiðir til þess að koma nöfnum sem áfram og náttúrulega gaman að minnast á það Ólafur Ragnar Grímsson að þegar hann fyrst gaf til kynna að hann hefði hugað til Bessastaða þá var hann aðalega að reyna að auka vægi sitt í landsmálapólitíkinni. Svo kom hann óvart að það var bara mikil eftirspurn eftir honum. Það var þáttur, það ekki í Ríkisútvarpinu, Þjóðarsálin, þar dúkkuðu menn og fóru að nefna hans í stríðum straumum. Jú, og við vitum sem að það eru nú þegar almannatenglar sem eru aðeins svona íta á hinn og þessi nöfn og í ákveðnum kreðsum í háskólasamfélaginu í ýmsum Facebook-spjallhópum að það hefur verið að nefna nöfnar og í sumum tilvikum getur maður greint að menn eru að íta sínum manni áfram. Kannski fyrir mögulegar þingkosningar í síðasta lagi 2025. Já, algjörlega. En það áhugavert að þú nefnir að þetta séu 250-60 nöfn sem að koma þarna upp úr hattinu eftir því hversu vel þetta hreinsað til, en dreifingin mjög mikið. Það ekki neitt eitt sem að skarar algjörlega fram úr, það engin eitt sem fær yfir 10% stuðning ef hægt að segja í þessari samantekt. Nákvæmlega, það má vissulega segja að það eru 4 sem að skara þarna fram úr öðrum en engin þeirra nær 10%. Og það síðan kemur svona annar flokkur manna sem eru nokkuð eftir en alveg með vænan stabba samt sem áður. Ekki annars flokks en í öðrum flokkum var það stuðningin. Já. Og svo reyndar, það bara fjöldin allur af allskynsnöfnum sem bara athyglisverð sem að ekkert augljós en menn geta vel spurt sig okkur ekki. Og ég held að þjóðin eftir að fara í gegnum það núna á næstu vikum og alveg fram að páskum hvað menn vilja sjá þar. Og til dæmis sem það bara hvers konar nöfn hafa komið þarna fram að þá vil ég benda þér Stefán Einar Stefánsson á það að þú tilnefndur 2 þarna. Ég held að ég hefði sett inn 3 tilnefningar. Já, svona fór þetta nú. Ég hins vegar fékk enga tilnefningu en get glaðst við því að nafni minn Andrés Önd, hann fékk 2 tilnefningar. Og sem ekki síður gott fyrir Árvakur því að Edda sem að gefur út Andrés Önd hluti af þessari samstefnu. Algjörlega, en fyrst og fremst held ég að þetta sýnir nú hvaða mikill áhugi á þessu að þetta bara rétt rúmur sólarhringur sem að bara menn höfðu kvöldið í gær og síðan eitthvað í morgunskot til þess að vera að aðtana sig þarna. Samkvæmisleikurinn heldur áfram. Förum aðeins yfir þessi 4 nöfn sem hér að ræða. Það eru Ólafur Jóhann Ólafsson, rithöfundur, Halla Tómasdóttir, það Katrín Jakobsdóttir og hver í 4.? Það Arnar Þór Jónsson. Það Arnar Þór Jónsson sem reynda búin að lýsa í frambúði. Og vel að merkja, þessi röð sem við nefndum, þetta ekki röð, þau eru hnífjöfn. Já. Og með Arnar Þór eins og nefnir, hann kominn fram, hann ætlar að gefa kost á sér þannig að það kannski aðeins öðru vísi.
En hann augljós kandidat af þeim ástæðum. Já, það myndi ég segja og sömulegis maður segja allir með Höllu Tómasdóttur sem að náði verulegum árangri í síðast þegar að það voru stóra forsetakosningar hérna 2016 að þá var náttúrulega ákveðin hópur að baki henni og manni sýnist að hann hafi svona aldeilis vaknað upp. Hún hefur sjálf verið spurð hvort að hún hafi áhuga að bjóða sig fram og hún sagði nú að hún hefði ekkert verið að hugsa það. En hún segist núna liggjandi feldi, hún hefur svarað því held ég 7. janúar síðastliðinn. Já, hún sagði að hún myndi að sjálfsögðu hugsa sig vel hérna, þú veist, hún fyndi fyrir því að það væri fólk sem að væri þessar skoðunar og hérna sér þætti vænt það og hún myndi hérna bara, já, taka því alvarlega, sko. Ég verð að segja fyrir mitt leyti að kemur þetta áttu óvart að Ólafur Jóhann skuli skjótast svona ofarlega á listan því að þó að hann hafi oft verið nefndur í tengslu við mögulegt forsetakjör alveg frá 96 ef ég man rétt og oft síðan, þá hann nú kannski ekki almennt í umræðunni, hann ekki mjög sýnilegur hér alla jafna nema þegar að það koma út eftir hann bækur sem að reynda að seljast í bílförmum. Jú, maður hefur heyrt það svo sem sko aðeins úr þessum menningakræsum að þar hefur að tala og nefna nafn hans, hvort það sjálfsprottið að hann hefur hérna gefið eitthvað sko byrjandi það, veit maður ekki. Og voru gerða kannanir fyrir hann fyrir kosningarnar 2016? Jú, og sumir lítur svo að það væri nú bara holdt að fá loksins einhvern sem að vera ekki opinber að gera hann inn í þetta. Hann gæti verið slíkur maður, en það eru náttúrulega fleiri sem þar kom til greina. Umræðan Katrínu hefur verið mjög mikil, svona mikil undiralda í þá veru og menn hafa talað að hún myndi hreinlega hreppa hnossið ef hún bara ákveðt að bjóða sig fram? Já, mér finnst einmitt að það ekki bara undiralda, það var margir lítið á sem nánast sjálfgefið að hún hlyti að fara fram með eða ætti að bjóða sig fram með eitthvað slíkt og manni sýnist að þetta sé svona nokkuð breytt ákall sem að hún fær þarna sem að hún þá væntanlega tekur hérna afstöðu til. En segir það okkur eitthvað að hún skuli ekki skara algjörlega fram úr gagnvart nöfnum sem að hafa verið minna í umræðunni? Ég ekki viss það. Höfum í huga að akkurat þessa dagana náttúrulega heilmikil pólitískur slagur í gangi. Þannig að mig grunar að fólk sem að sko mögulega hérna dytti hún strax í huga eða vildi kjósa hana, að það sé aðeins svona byrju augnablik að hugsa forseta, nei, ég hugsa bara forsætisráðherra þegar ég sé hana. Þannig að ég hugsa eftir 1-2 vikur að þá getur það horft allt öðruvísi við að fólk segir bara já, miklu frekar, nú eða hitt, miklu síður. Það ekki hægt að segja að aðrir komi fast á hæla þeirra, það munar miklu á milli þessara fjögurra og síðan hinna sem á eftir koma, en ef við förum aðeins yfir einhver af þessum nöfnum, það til dæmis tekum við rétt í því að það er talsverður hópur sem að nefni Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði, hans nafn hefur áður komið upp í umræðunni núna eftir 1. janúar. Jú, og reyndar hefur maður nú heyrt sko nafn hans líka í öðru samhengi að hann kunna að fara sko í þingframboð fyrir samfylkinguna þegar það kemur. Í sama má raun að segja annan kandidat sem þarna nefndur, Ölmu Möller, landlækni, þannig að það allt opið í því, en við þekkjum það líka til dæmis með Ölmu að það náttúrulega margir sem að telja sig þekkja til hennar síðan í heimsfaraldrinum og treyst henni vel. Alveg eins má segja með Baldur, hann ekkert ósvipaður kannski Guðna forseta að því til að hann heimilisunum margra í gegnum sjónvarpið, að hann vinsæll álitsgjafi í stjórnmálum og alþjóðastjórnmálum, þannig að það held ég að koma allt til greina þar. Það á talað að sjónvarpið gerir menn fræga og við höfum svo sem séð það í forsetakosningum áður, ekki bara þegar Guðni var kosinn 2016. Það eru mörg nöfn sjónvarpsfólks nefnd. Ég hefði haldið að það væri meiri svona undiralda með nöfnum eins og hjá Sigríði Hagalín Björnsdóttur, sjónvarpskonu sem hefur verið nefnd meðal annars í þætti hér hjá okkur í dagmálum. Þau eru svona á svipuðu róli sjónvarpsfréttamennirnir hjá ríkissjónvarpinu. Já, Bogi Ágústsson, afi þjóðarinnar, hann nefndur þarna og Jóhanna Vigdís. Og við Káringa fögnum því að sjálfsögðu. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, frænka mín, hún þarna líka og við niðjar enga hjarta, við fögnum því. En þau eru að fá bara dágóða tilnefningar þarna. En manni finnst nú ekkert benda til eins eða eins í því, satt betur að segja. En þetta náttúrulega ákveðið forskot sem að þekkt fólk hefur. Og almenningur þegar hann að velta þessu fyrir sér, hann á erfitt kannski með að nefna 1, 2, 3 kandidata sem að virkilega ættu heimaðna, en hann nefnir þá sem að hann man eftir úr almennri umræðu,
eða sem hafi getið sér góðs orðs á einhverju vettvangi eins og skilinlegt og þarna má nú nefna líka til dæmis að Fannar Jónasson bæjarstjóri, hann þarna að fá nokkrar tilnefningar, það þarf ekki að skamma sig fyrir það Bergþór Pálsson óperusöngvari, hann forsetalegur. Aldeilis og Albert nú nefndur alltaf með honum í því samhengi, spúsið hans og svo Jón Gnarr, góðkunningi þessa þáttar, hann þarna líka, tilnefndur alloft, þannig að það kennir ýmis að grasa og eitt nafni viðbúð sem rétt að nefna, það Ragna Árnadóttir, skrifstofustjóri Alþingis, að hún þar að feta í fótspor Jón Sigurðssonar á Kaldaðanesi sem var einn til þess að fá mótækvað á móti Sveini Björnssyni á sínum tíma. Það var nú lengi talið 2016 eða fram eftir vori að hún myndi blanda sér í þennan slag, en ekki varð úr því. Nei, en hún hefur ýmislegt brunns að bera og kemur vel fyrir, ekki þar fyrir, ég held hún hafi engan áhuga á þessu, en sjá til. Gefur þetta okkur eitthvað fyrirheit, segir þetta okkur eitthvað það hvernig landið liggur í þessu eða eru þarna ennþá kandidatar undir feldi sem að engum hefur dottið í huga að nefna? Ég viss að það eru fleiri kandidatar undir feldi og ég viss það að á þessum listum sem við erum með og verður nú sagt eitthvað frá meira í fréttum að þar leynast einhver nöfn sem eigi eftir að gera meira vart við sig og síðan náttúrulega rétt að taka fram að þessum tilnefningum að hálfu mbl.is, þeim ekkert lokið. Fólk getur ennþá farið inn á þetta og látið til sín taka með þessum hætti? Já, því að gleymi því ekki að það nokkur langur vegur til Bessastaða og til 1. júní. Það ekki einu sinni búið að auglýsa kosningar eða neitt og í raun og veru að segja að við höfum alveg fram að páskum til þess að ræða það þjóðinni í okkar fermingarveislum og kaffibóðum hverjir koma til álita og einhverjum muni fara af stað og koma sér upp uppboðsmönnum eða búa sér til hringi verið eitthvað, gera vart við sig með einhverjum hætti og reyna fyrir sér. Við þekkjum mörg dæmi það og sumir hafa farið af stað og uppgötvað viku síðar að þetta var eins og ekki að gera sig og dreigja sig í hlé. En það eins og ég segi, langar við framöndan og framboðin, þau þurfa ekki að berast fyrir hvað, ég held að séu 6 eða 5 vikum fyrir. Það ekki langur frestur. Við kannski tökum undir orð skálsins forsetasonarins, þá var öldin önnur Sveinbjörn stökk á stöng og þótti ekki leiðin til Bessastaða löng. Algjörlega. Við fylgjum þessu áfram eftir, gaman að fara yfir þetta og við munum birta líka fréttir upp úr þessu á MBL á komandi sólarhringum. Þetta var svona auka innslag úr spursmálum, afskaplega óvanlegt en tilefnið ærið. Núna hafið þið aðeins skárri mynd af því hvað fólk að hugsa varðandi forsetakjörið framöndan. Góða helgi.